Á vormánuðum byrjuðum við innleiðingu á Office 365 og Outlook. Núna í lok apríl erum við búin að flytja 2000 manns yfir í Outlook, 2,5 terabæt af gögnum og við eigum eftir 5000 manns og við endum í 7,5 terabæt af gögnum. Þetta flutningurinn sem eiga sér stað á póstinum, þar sem fólk á allir þeirra póstur flyst yfir. Við erum að fara úr Lotus Notes yfir í Outlook og svo erum við að fara úr Office 2007 og erum að fara yfir í nýjustu lausnir sem Microsoft hefur búið að bjóða. Það sem að koma til viðbótar, það skíðalausnin í OneDrive, þar sem við getum geymt í persónuleg gögn og nálgast þau hvar sem Við erum með Teams, þar sem við getum verið í samstarfi og samráði og geymt gögn og unnið saman. Og svo erum við með margt annað, office.com, þar sem svo margt inni sem hægt að nota. Og að lokum þetta Síminn, þar sem þú ert með allt sem þú vilt hafa, þar líka. Við hjá skrifstofu mannasmála, við höfum fengið innleiðingu á Office-svítunni frá huttinu og heilt yfir þá erum við alveg óbærslega ánægð. Við erum mjög kröfuharður notandi og nýjungagjörn og við erum líka stór notandi af því að við erum mikið bæði að vinna með ritvinnsluforrit og síðan svona samskiptaforrit út á við. Ef við byrjum á Outlookinu eða postforritinu þá sjáum við gríðarlega mun frá því áður var Lotus. Og í fyrsta lagi má kannski segja að það ritvinnsluforrit sem við þekkjum. Það miklu auðveldara, það segir sig sjálft, það þarf ekki handbækur til þess að tala sig áfram í gegn það. Og í rauninni var það ótrúlega áreynslulaust að færa allt yfir úr því sem áður var Lotus yfir í Outlook. Það bara allt miklu þægilegra viðmót, miklu sjónrænna og svo ég tala ekki þegar það birtist í símtækjunum. Við gáum í og við byrjuðum aðeins fyrr og þetta voru á miðjum COVID-tímum, þannig að við þurftum að vinna í fjarvinnu og það gátum við eingöngu með Teams og með öllum þessu lausnir sem við erum með, þar sem við getum unnið saman í þessu skjölum, tala saman, horft á hvort annað í gegnum vef-myndbönd. Við höfum aldrei getað þetta annars öðru leyti og við höfum ekki hist í 2 mánuði. Núna þá ég náttúrulega algjörlega komið allan minn tölvupóst yfir í Office og ég bara aðeins að læra á hann og mér finnst hann þægilegur og einn nýr fítur sem ég var að fatta að ég get svarað tölvupósti með fundarboði yfir í Teams. Ég var alltaf að færa nöfnin á milli og fara yfir í dagatalið og merkja við þar, ég var að læra það og það mjög þægilegt að því mjög oft enda samtölin sem maður á inn í tölvupósti kannski við þurfum að hittast, hvenær eigum að hittast og nú getum maður bara gert það mjög einfaldan hátt. Ef við ættum að horfa á Office-pakkan eða ritvinnslupakkan eins og hann PowerPoint, Excel og Word, þá sjáum við óbúslega margt nýtt þar. Það ný template, það nýjir fítusar sem áður voru ekki, upptökur í PowerPointi, mikil breyting í Excel og við þurfum að vinna mjög stór Excel-skjöl og jafnvel á milli stofnana og tengist oft kjarasamningum og slíku. Og við hittum að fara að hafa okkur bara greiðlega mikið að vera með 2007-pakkan í Office eins og það var áður. Það sem eiginlega skemmtilega hlutin Teams og núna á þessum tímum COVID að þá vorum við svo heppin að allir stjórnendur í geðþjónustunni komist inn í Office-pakkan snemma, Office 365, þannig að við höfum getað fundað á Teams. Svo mjög þægilegt að geta á miðjum fundi þá deilt einhverju skjali, bæði sett skjalið inn og líka hort á það saman. Í síðustu viku þá vorum við með stjórnendafundi og það mættu 80 stjórnendur að fundi í Teams. Maður gat séð fólkið, maður gat deilt með skjölum, maður gat deilt í sömu andra á vefsíðum og svo gat maður tekið upp allt saman og deilt síðan til fleiri sem ekki komst á svo fundi. Áður en að við gátum deilt skjölum á milli okkar þá var það svona valla gerlegt að deila skjölum og vera að vinna 2 eða fleiri í sama skjalinu því að við höfum auðvitað drif og annað sem vorum að vista skjöluna á en þar gat kannski bara einn unni í einu og það þurfti að villutjekka ef að 2 eða fleiri hafa verið að skoða. Þannig að þetta hefur verið algjör bylting og núna sérstaklega þegar það þarf að vinna hratt og vinna öllum tímum sólarhrings með tillit til bakvarðasveitar og mönnun bakvarðasveitar og annað, þá höfum við getað deilt skjölum upp á hvern einasta dag, unnið jafnvel 5 og 10 og 15 í sama skjalinu, án þess að það fari strúktúrinn úr skjalinu og allir skilji það sem þeir áttu að gera.
Í þessum flutningum þá látum við fólk vita, við höfum sambandi við tölvupósti, við fá nokkra pósta, við tilkynnum þetta og þau eru leitið í gegnum þetta í tölvupóstunum og það er færi að vita nákvæmlega hvenær þau eru hætt að nota í Lotus Notes og hvenær það fer yfir í Outlook. Og þetta hefur gengið mjög smurt fyrir þessi 2000, við erum búin að búa til aðeins sem góða vel sem bara vinnur. Svona heilt yfir þá bjarga þetta bara andlegri geðheilsu á COVID-tímum að fá akkurat Office-svítuna uppfærða á þessum tíma. Og ég veit ekki þegar ég horfi tilbaka hvernig við hefðum átt að fara af án hennar. Fyrir okkur þá er þetta bara ein mesta bylting sem átti þessu stað á spítalanum síðastliðin 20 ár. Þetta er ekki það venjulegir tímar að vinna að innleiðingu sem jafnvel svo stærsta sem tegundar á spítalanum í einhver tíma sem hefur áhrif á alla starfsmenn spítalans og það er COVID ofan á allt. Þannig við höfum ekki geta búið upp þetta hefðbundna kennsluform þar sem við getum búið fólki í námskeið. Í staðinn erum við með þetta allt aðgengilegt á netinu. Lukkulega vorum við búin að undirbúa, við vorum að skrifa undan, við vorum með tilbúin kennslumyndbönd sem fólk gat sótt. Þau eru á heimasíðu Landspítala, landspitali.is/Office 365. Við erum líka með Workplace síðu þar sem fólk getur leitað aðstofar og fengið frekar upplýsingar. Og allt er þetta virka mjög vel og það gengið alveg ótrúlega vel miðað við það að enginn nánast er búin að fara á námskeið.